Já, ég ætla að segja ykkur svolítið frá því fyrir hverja líknarmeðferð er. Þið erum svona kannski aðeins farin að svona fá ákveðna hugmyndir það. En svona ég kannski er að endurtaka eitthvað en vonandi eitthvað sem kemur eitthvað nýtt. En á hverju ári greinast náttúrulega margir með lífsógnandi sjúkdóma og eins og þið sáu þarna á skilgreiningu HÚ að þá er talað að líknarmeðferð sé ætluð fólki sem greinast með lífshættulega sjúkdóma. Og það sem hefur orðið breyting á svona, síðustu áratugum og sérstaklega núna síðustu 20-30 árum er að það er hægt að gera miklu meira við þessum lífshættulegu sjúkdómum. Sérstaklega er náttúrulega í krabbameinum farið að beita alls konar meðferð og þó svo að sjúklingar geta ekki læknast, þá er hægt að halda niður í sjúkdómunum jafnvel áratugum saman. Að maður er að sjá konur sem greinast með brjóstakrabbamein og þær geta lifað áratugum saman samt alltaf með sjúkdóminn og er alltaf að fá meðferð. Þannig að þá hefur náttúrulega rauninni þetta vægi þessara líknarmeðferðar aukist því það eru alltaf miklu fleiri og fleiri sem að lifa við lífshættulega sjúkdóma í langan tíma og ekki bara krabbamein heldur marga aðra sjúkdóma og til þess að geta lifað eins eðlilega og góðu lífi og hægt er með þessa sjúkdóma, þá er líknarmeðferð ein leið. En eins og kannski, flestir þegar þeir heyra líknarmeðferð, þá er það, þetta er fyrir deyjandi sjúklinga og það er svona að tala hann er komin á líknarmeðferð. En líknarmeðferð er eins og Valgerður og Jón er búin að segja okkur að það er rauninni miklu meira. Það er eitthvað sem er gagnast rauninni alveg frá greiningu. Af því að bara það að greinast með lífshættulegan sjúkdóm veldur miklum breytingum í lífi allra sem verða fyrir því. Það hefur áhrif á líkamlega líðan, við finnum fyrir fullt af einkennum, verkjum, ógleði, hægðatregðu, niðurgangi og ég get endalaust talið og einnig hefur þetta áhrif á andlega líðan. Fólk finnur fyrir vonleysi, ótta, kvíða, einangrast jafnvel og ég tala nú ekki félagslega áhrifin. Það breytist fjárhagurinn, þú getur kannski ekki lengur unnið úti, hlutverkin í fjölskyldunni breytast, móðirinn getur kannski ekki sinnt börnunum eins og hún gerði áður og allt mögulegt svoleiðis sem að riðlast allt saman. Fólk getur jafnvel þurft að flytja búferlum þar sem að þarft að sækja þér heilbrigðisþjónustu annars staðar en þú býrð. Og líka bara það hvernig menningin er í þinni fjölskyldu, hvað áhrif hefur til dæmis þegar þú greinist, getur þú rætt sjúkdóminn, er það viðurkennt í þinni fjölskyldu að tala sjúkdóminn, sumir bara tala ekki neitt þetta og bara, þetta er bara þarna til hliðar og það veit enginn af því. Þannig það er ýmislegt sem að er og líka bara menningin í okkar samfélagi, hvað trú höfum við og þetta. En alltaf er það líka mikilvægt að ræða að sjúklingurinn hafi tækifæri og hans fjölskylda að ræða hvað hann vill gera. Það er svo mikilvægt að hann fá að vita hver er tilgangur þessa meðferðar, hvað þýðingu hefur það að greinast með þennan sjúkdóm og hvaða óskir hef ég og hvað vil ég leggja áherslu á. En ekki bara það að þú ferð þessa meðferð og svona, hvernig verður þetta? Það getur vel verið að það hent ekkert öllum. Og það er eitthvað sem við heilbrigðisstarfsfólk þurfum að mæta. En og líknarmeðferð felur í sér rauninni þessa heildrænu nálgun. Það sem er verið að takast á við alla þessa þætti sem hafa áhrif þegar við verðum fyrir greiningu af lífshættulegum sjúkdómi. Allir þessi hlutir sem ég er búin að vera að nefna sem að breytast. Þannig að þar að leiðandi þurfa rauninni allir heilbrigðisstarfsmenn að geta beitt þessum aðferðum líknarmeðferðar. Og það er kannski það sem að maður þarf að ganga út frá. Að í menntun okkar heilbrigðisstarfsfélaga lærum við eitthvað líknarmeðferð og það er rauninni orðið alltaf stærri og stærri þáttur er að taka þetta inn. Bæði að hugað einkennum, félagslegum aðstæðum og þessi samræður sem við þurfum að eiga við sjúklingarnar þegar þeir greinast og í gegnum allt sjúkdómsferlið. En hins vegar er líka til þessi sérhæfða líknarþjónusta sem að Ágúst er aðeins búin að segja okkur frá reynslu sinni af, sem er þá veitt af starfsfólki sem hefur sérstaklega lært líknarmeðferð og hefur ákveðna reynslu
En það sem sagt, það gerð þessi greinamunur. En hvenær eru þá sjúklingarnir í þörf fyrir þess að sérhæfðu líknar þjónustu? En það náttúrulega oftast það þegar sjúkdómurinn versnar. Af því að þá aukast einkennin, við erum sjálfsbjargargetan minnkar og það krefst meira af fjölskyldinni, aðstandið þurfa að sinna meiri umönnun og til þess að sjúklingarnir geti verið lengur heima, þá þessi þjónusta náttúrulega mjög mikilvæg. En hins vegar þetta byggt á þörf sjúklingana að sérhæfð líknarþjónusta getur nýst líka fyrir í ferlinu og þó að fólk sé með jafnvel læknanlega sjúkdóma, ef það hefur það mikil einkenni eða þegar aðstæður eru erfiðar, þá getur það nýtt tímabundið. Þannig fólk getur útskrifast úr líknarþjónustu eins og við höfum hérna bara talandi dæmi En hvað þá sérhæfð líknarþjónusta? Með árunum hefur rauninu verið orðið mikil þróun frá því að Sigrún Lillý sagði okkur frá því að þetta byrjaði hérna sem bara viðtal eða síma ráðgjöf hérna hjá Krabbameinsfélaginu yfir í það að vera rauninni veitt á alls konar þjónustu stigum og þar má þá fyrst nefna líknarráðgjafa teymi á spítala. Það er oft þessi fyrsta tenging sjúklingana við þessa sérhæfðu þjónustu, þar sem að starfsmenn teymisins koma og meta einkenni og jafnvel tengja þá við þess sérhæfða heimaþjónustu eða tengja við líknardeild. Og síðan getur líknarþjónusta einnig falið sér bara viðtal við líknarlækni eða hjúkrunarfræðing, þar sem verið að fara yfir einkenni og það getur þá sérstaklega átt við sjúklingar sem eru kannski ekki með langtgengi sjúkdóm heldur eru bara með heilmikil einkenni og þurfa kannski þessa sérhæfðu nálgun, þar sem verið að fást við illviðráðanleg einkenni sem hefur ekki gengið að fást við svona með þessum hefðbundnu ráðum. En svo líknardeildin líka partur af þessari sérhæfðu þjónustu en þar áherslan lögð á meðferð einkenna og flesti sjúklingar sem koma þangað eru þar vegna erfiðra einkenna og eru þar yfirleitt bara tímabundið þar sem eru að fást þessi erfiðu einkenni. Á líknardeildinni líka dagdeild þar sem að sjúklingar þar stundar svona ákveðið svona forvarnastarf. Þetta yfirleitt sjúklingar sem eru með heimaþjónustu, sérhæfða heimaþjónustu og geta nýtt sér að koma þarna þar sem verið að fylgjast með einkennum og þeir eru líka náttúrulega að rjúfa ákveðin einangurinn að koma þarna og þar sem sérstaklega hugaða einkennum og reynt svona fyrirbyggja vanlíðan og reynt að viðhalda ákveðin sjálfsbjargargetu og það rauninni líka talsvert stór hluti af líknarmeðferð að viða þessari sjálfsbjargargetu því það svo stór partur af bara lífsgæðum að geta bjarga sér sjálfur og eins og Ágústa talar og Jón að þessi tilhugsun að verða byrði á öðrum það svo mikilvægt að maður geti viðhaldi ákveðin sjálfsbjargargetu og náttúrulega líknarmeðferð það sem að stórum hluta líka stuðningu við fjölskylduna sem svo mikils verður. Þannig að, og svo það þessi sérhæfða líknarþjónusta sem þá heimahlynning og hér á höfuðborgarsvæðinu líka Caritas með sérhæfða heimaþjónustu sem beinist á því að hjálpa sjúklingum að dveljast eins lengi og hægt heima og eru þá að meta og meðhandla einkenni og huga öllum þessum þáttum sem ég búin að tala og hjálpa fólki og sjúklingunum og fjölskyldunum að lifa sem eðlilegustu lífi. En þá langar mér svona í lokin að svona beina þessu til, ykkar allra. Öll verðum við getum alveg búist við því að greinast með lífshættulegan sjúkdóm. Hvort sem það krabbamein, hjartasjúkdómur, lungnasjúkdómar eða einhverjir aðrir sjúkdómar, Alzheimer. Það á svona fyrir flestum að liggja sem verða aldraðir sérstaklega að greinast með einhvern lífshættulegan sjúkdóm. Og þá kannski mikilvægt eða eiga einhvern aðstandanda. Og þá mikilvægt að huga hvað get ég gert? Að ég held að það sé líka gott að það komi frá sjúklingnum sjálfum og aðstandendum að þeir geri kröfum að þessum aðferðum sé beitt í þeirra meðferð. Og það geta þeir gert með því að láta lækni eða hjúkrunarfræðingi eða þá sem sinna að vita af þeim einkennum sem þeir finna fyrir
Við þekkjum það ofta sjúklingar ekkert að láta vita af einkennum. Þeir bara annarkvort finnst þeir eiga líða svona eða er hræddir við einkenni þýði það að þeir séu veikari, þetta er svo margt sem spilar inn í og þeir eru ekki að eyða tíma læknisins eða hjúkrunarfræðingsins að vera að láta vita þessum smámunum. En hins vegar getur það orðið til þess að fólk bara þjáist mikið og á bara, miklu erfiðara líf heldur en það þarf að lífa. Annað sem við getum gert er að óska eftir því að þeir sem að sinni manni vinni saman og ræði saman. Og það er eitthvað sem við getum bætt í heilbrigðiskerfinu, að þeir sem að sinna sjúklingum ræði saman meðferð þeirra og tali það sem að skipti máli í því. Þið getur líka, það er mikilvægt að ræða við lækni eða hjúkrunarfræðingum stuðning frá öðrum aðilum sem geta hjálpað eins og til dæmis sálfræðingum, félagsráðgjöfum og leita eftir þeirri aðstoð ef að þið hafið þörf fyrir hana. Einnig er mikilvægt að óska eftir að fjölskyldan fái stuðning og taka hana með og hafa hana með En sem sagt, ég ætlum svo sem ekkert að hafa það mikið lengra, en kannski það sem ég langar að þið kannski farið með hérna út, er að það er bara mikilvægt að líknarmeðferð sé partur af meðferð sjúklinga sem greinast með lífshættulega sjúkdóma og ekki bara við lífslok, heldur frá greiningu. Takk fyrir.